Nú hefst þátturinn Sannleikurinn og lífið í umsjá Hals Hallssonar. Síðdegis þáttur kristna trú og málefni líðandi stundar. Góðan daginn, gott fólk. Það er mánudagur. Mánudagur 20. og 7. nóvember. Það er fallegt að líta yfir Reykjavík í ljósaskiptunum. Esjan læfir yfir borgin okkar og veran að norðan kaldanum. Og Guðni T. Jóhannesson, forseti Íslands, hefur boðað Katrínu Jakobsdóttur til fundar á Bessastöðum á morgun klukkan 10:30. Það er nokkuð ljóst og þarf ekki mikinn spámann til að spá því að Guðni afhendi Katrínu formlegt umboð til stjórnarmyndunar og það virðist fátt komið í veg fyrir að VG, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur myndi ríkisstjórn. Morgunblaðið MBL hefur eftir Bjarna Benediktssyni að hann sé sáttur við niðurstöðuna en Sjálfstæðismenn voru með þingflokksfund í dag þar sem þessi stjórnarsáttmáli var kynntur en hann mun fara náttúrulega í gegnum stofnanir flokkana og hugsanlega ný ríkisstjórn gæti hún hist á föstudag 1. desember. Það væri tákgrænt því að þessir 3 flokkar eru eiginlega hryggjarstykkið í og hafa verið í íslenskri pólitík og staði vörð ef að segja þjóðlega pólitík. Íslenskt þjóðerni ef svo má orðið komast. Að vísu eru menn að reyna að kasta efa og kannski jafnvel neikvæðum formerkjum yfir Ísland og Ísland þjóðerni. En það er nú einhvers síður svo að þessi 3 flokkar eru að mynda ríkisstjórn. Þeir áttu í dag fund með stjórnarandstöðunni og Katrín Jakobsdóttir segist að hafa boðið sett fram 2 valkosti á borðið fyrir stjórnarandstöðuna. Annars vegar að leggja fram gamla fjárlagafrumvarpið með breytingatillögu og svona, nýjan áherslu nýra ríkisstjórnar eða nýtt frumvarp frá grunni og eins og ég skilða þá hefur sú stjórnarandstaða sem náttúrulega að myndast eða mótast lýst því að hún vilji síðari kostin. Þannig að á landinu bláa fátt sem virðist geta komið í veg fyrir að í þessari viku verði ný ríkisstjórn og hún tæki við völdum 1. desember. 1. desember þá eru 99 ár liðin frá því Ísland varð fullvalda ríki og ég hygg að einhver leyti sé svo dagsetning valin og að einhver leyti sé hún tákgræn fyrir þessa ríkisstjórn en auðvitað verður það að koma á daginn. En eitt finnst mér stórmerkilegt. Það eru hjón í Hollywood sem heita Mark Burnett og Roma Downey. Þau eru aldeilis mögnuð og voru á lista og ég var að segja ykkur frá því daginn og þau eru á lista yfir 100 áhrifamestu kristna einstaklinga í dag. þar sem Billy Graham var efstur. En þau eru framleiðendur af margvíslegu kristnu
mögnuðu kvikmyndum og þáttum eins og til dæmis The Bible, þættirnir sem voru reynd ótrúlega vel gerðir. En Netflix hefur núna tilkynnt að það sé ný þáttaröð í burðarlinnum sem fjalli og ber nafni Messias. Og þar er Jesú Kristur settur inn í okkar tíma, inn í okkar samtíma. Þetta er svolítið spennandi og ekkert bara svolítið, þetta er afar áhugavert. Ég man nú ekki eftir því en örugglega hefur það verið gert. Að allavega ekki verkefna þessari stærðargráðu sem setur Kristinn í samtíman. Og staðsetur hann í þessu tilviki 21. öldinni. Og það verður fróðlegt að fylgjast með þeim vegna þess að þetta eru ótrúlega hæfileikaríkt fólk sem gerir hlutina bara vel og ekkert nema vel. Og ég verð nú að segja að þetta er eitthvað áhrifamesta sjónvarpsefni sem ég hef séð. Það eru þættirnir Biblíuna, The Bible. Og það er gert ráð fyrir því að þessi þáttaröð Messias verði sett á markaði sem komi fyrir sjónir almennings einhver tíman á árinu 2019. Þannig að við getum látið okkur hlakka til. En við erum hérna komið með lag undir nálina og ég verð nú að gera smá játningu vegna þess að ég er ekki klár á því hvaða lag hann Stefán með en við skulum sjá til hvað hann setur á fóninn. Kæru vinir, þið eruð að hlusta á þáttinn Sannleikurinn og lífið á Lindinni. Ég hef sagt ykkur frá því að í þessari viku ætla ég að velta upp þessari spurningu. Er Ísland blessað land? Hefur Guð blessað Ísland? Og í vikunni, og það er eiginlega í tilefni þess að í þessari viku eru 80 ár liðin, eru 70 ár liðin frá því að Ísland var örlagavaldur í einu stærsta viðburði 20. aldar. Ég ætla að segja ykkur frá því. Það er 20. og 9. november næstkomandi sem sá dagur rennur upp 70 ár og ég ætla að byrja þessar vangaveltur hér og eftir í sagnfræðiparti þáttarins. En ég hef, eins og ég sagt ykkur, ég er náttúrulega bara strákur gutti af úr bústaðahverfi og gúmmiskóm. En ég hef leyft mér að lesa upp úr Biblíunni einstök vers og hingað til hef ég bara velt upp atburðum í Nýja testamentinu og þetta er svo mögnuð frásögn og hún er svo lifandi og spennandi. Í raun og veru er Biblían alveg ótrúlegt verk. Hún er náttúrulega Guðs gjöf fyrir hinn kristna einstakling, sá sem trúir á Jesú Krist og Drottinn skapara himins og jarðar. Fyrir það bil 2700 árum þá einblés Guð manni í Miðausturlöndum að bera fram spádóma sem hafa sérstaka þýðingu og hafa haft sérstaka þýðingu í gegnum mannkynssöguna og var það sérstaklega Messias. En stór hluti í raun og veru, já, má segja. Jesaja fjallar einmitt spádóma Messias
sem átt að verða konungur Guðsríkisins. Og það er svolítið magnað þegar maður hugsar út í það að nöfn Jesús og Jesaja eru nánast sömu merkingar, en eins og við vitum þá merkir Jesús hjálpræði. Hjálpræði drottins. Það er merking orðsins. Gamla testamentið vísar meira og minna til komu Jesú Krists, og í því sambandi þó maður nefnir bara eitt er auðvitað Abraham og fórnina. Fórn hans, þegar hann var reiðubúinn að fórna sínum syni og drottinn síðan fórnaði sínum syni, en drottinn stoppaði Abraham. En Jesús fæddist 7 öldum eftir daga Jesaja. Og það er svo magnað að spádómar Jesaja Jesú er ótrúlega ítarlegir og nákvæmir, og það er engu líkara en að sé sjónarvottur af því sem er að gerast þegar Jesú er og gengur á jörðinni. Sumir hafa gengið svo langt að kalla Jesaja bók 5. Guðspjallið, og Jesú og náttúrulega lærisveinar hans vitnuðu aftur og aftur í Jesaja. En það sem ég ætla að gera, ég ætla að lesa hérna úr spádómi Jesaja Jesú Krist, 50. og 3. kafla. Hann var hvorki fagur né glæsilegur ásýndum, né álitlegur svo oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitin og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum líkur manni, sem menn byrgja augu sín fyrirlitin, og við mátum hann einskis, segir Jesaja í þessum spádómi. En vorar þjáningar voru það sem hann bar, og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum honum refsað, hann sleginn og niðurlagðan af Guði, en hann var særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða. Honum var refsað svo að vér fengjum frið, og fyrir benjar hans urðum vér heilbrigðir. Vér fórum allir villir vegar sem sauðir, héldum hver sína leið, en drottinn lét synd vora allra koma niður á honum. Þetta er náttúrulega bara, það er eins og Jesaja séð þarna í landinu helga, í Jerúsalem, þegar þessir allaga dagar eru fyrir tæpum 2000 árum og Jesú er leiddur á krossin. Hann var hart leikinn og þjáður, en lauk eigi upp munni sínum, fremur en lamb sem leitt eftir slátrunar, eða sauður sem þegir fyrir þeim, eða rýja hann. Hann lauk eigi upp munni sínum. Hann var fjötraður, dæmdur og leiddur burt, en hver hugsaði afdrif hans þegar hann var hrifinn burt af landi lifenda? Vegna syndar míns líðs var honum refsað, menn bjugg honum gröf meðal guðlausra, legstað meðal ríkra, þótt hann hefði ekki framið ranglæti, og svik væru ekki í munni hans. Það verður ekki annað sagt en að þetta sé nákvæm lýsing á því sem gerðist 33 eftir Krist, þegar hann var niðurlagður, fyrirlitin, húðstrýktur, svívirtur, látinn bera krossin, neldur við krossin, þar sem hann lést. Og hvað sagði Jesú Kristur? Fyrirgefðu þeim. Þetta er ótrúlegt að lesa svona, og Jesaja, einn af þessum stóru spámunum, eitt af þessum stóru nöfnum Gamla testamentisins. Og þegar maður les svona, þá skynjar maður og skilur að það er eitthvað til sem heitir áætlun Guðs. Maður getur ekki komist hjá því að hugsa annað en að svo sé.
Og þá vaknar einmitt spurningin, hefur Guð áætlun Ísland? Og ef að sú áætlun til, hver hún? Og ef hún til, hvernig birtist hún okkur? Hefur Ísland sérstöðu meðal þjóðanna? Það stór spurt og auðvitað býsna umdeilt og sérstaklega nú á tímum efahyggju, efa og tómhyggju, guðleysis, þá stökkva menn svolítið upp á nef sér ef þetta nefnt, að Ísland sé hluti af áætlun Guðs og hafði Jesaja uppi einhverja spádóma Ísland eins og þeir birtast okkur og þegar við lesum þessa lýsingu hans 700 árum áður en Jesú er krossfestur og það eins og hann sé sjónavottur að þessu öllu saman. Hefur Jesaja einhverja spádóma Ísland? Já, það er stór spurt. Ég ætla að reyna að svara því hér á eftir. Fjalla mann sem uppi var á 20. öld, einn mesti píramíta sérfræðingur síns tíma, fæddur skömmu fyrir aldamótin 1900 og hét Adam Rutherford og kenningar hans vöktu gríðarlega mikla athygli þegar hann setti þær fram fyrir 80 árum á þessu ári, hugsið ykkur. Þegar hann setti þær fram fyrir 80 árum síðan og hann kom raunar þessi maður hingað til Íslands árið 1945, strax eftir síðar heimsstyrjöldina, held ég að fara örugglega rétt með og muni rétt og hélt fyrirlestra. Hann hafði skrifað bók einmitt þessa kenningar sínar Ísland og áætlun Guðs og það var tróðfyllt út úr dyrum. Hann flutti fyrirlestur í Fríkirkjunni og það var tróðfyllt út úr dyrum og þetta vakti gríðarlega athygli á þessum tíma. Og ég ætla svolítið að byrja þessa viku með þessum vangaveltum það hvort að Ísland sé einhver leiti inn í áætlun Guðs og hvort að Ísland sé blessað. Þú ert að hlusta á þáttinn Sannleikurinn og lífið á Lindinni. Já, gott fólk, góðir hlustendur. Það sem sagt þessar kenningar sem komu fram fyrir 80 árum. Þá setti skotin Adam Rutherford fram kenningar að Íslendingar séu afkomendur Benjamíta, einnar af hinum týndu ættkvíslum innan fornu Ísraelsmanna. Hin mikla arfleið Íslands, Iceland's Great Inheritance, eftir Rutherford kom út 1937 fyrir 80 árum. Og þar kemur meðal annars fram, og svo sem engin í tíðindi, að vestrænar kristnar þjóðir, meðal annars engilsaxar, séu afkomendur Ísraels biblíunar eða eina týndu ættkvísla sem hurfu í þjóðahafið fyrir herleiðinguna til Babýlon. Hinar 10 týndu ættkvíslir Ísraels af þeim 12 sem Jósúa leiddi inn í fyrirheitna landið eftir Móses, þær stofnuðu á 10. öld fyrir Krist Norðurríki svokallaða. Og eftir að þær höfðu beðið ósigur fyrir Assýringum 720 fyrir Krist, þá hurfu þær inn í þjóðahafið. En þrátt fyrir það hefur svo skoðun alltaf verið til staðar að þær muni finnast. Og svo náttúrulega á 7. öld fyrir Krist þá réðst Babýlon á ríki Júda og Benjamíta, hinna tveggja ættkvíslana, og flutti þær, fólkið, til Babýlon í útlegð.
og svo útlegð stóð yfir í 70 ár. Að þessum ættkvíslum, Júda og Benjamins ættkvíslum var leyft að snúa aftur til heimkynna sinna og endurreistu Jerúsalem. Allt þetta þekkt. Svo lentu þeir undir yfirráðum Rómverja og bjuggu landið helga á dögum Jesú Krists. Og þetta vel þekkt. Júdar bjuggu á syðurhluta Palestínu og nefndist það Júdea og Benjamítar settust það nyrst í landinu þar sem heiti Galilea. Og Kristur hann valdi postula sína af Benjamins ættkvísl, alla nema Júdas sem var af Júda ættkvísl. Stórmerkilegt. Páll postuli sem mestan þátt átti að boða fagnaðar erindið, fyrstur utan landsins helga, var af Benjamins ættkvísl. Og eftir eina miklu atburði á dögum Krists fylgdi útlegð og gyðingar og Benjamítar hrökkluðust, Júdar og Benjamítar hrökkluðust frá landinu helga. Og Jerúsalem var lögð í rúst. Og sú þjóð sem við þekkjum í dag sem gyðinga eða Ísraelsmenn eru af Júda ættkvíslinni. Allt þetta þekkt. En kenningar sínar reisti Rutherford á rannsóknum á píramídanum mikla í Gísa, suður að Kaíró, Keopíramídanum. Hann skrifaði fyrir 80 árum. Þótt píramídin væri til orðin fullum 2000 árum áður en tímatal kristinna manna hófst, sem sagt 2000 árum fyrir Krist, þá bendir hann til með mestu nákvæmni á staðinn og tíman þar sem Kristur skyldi fæðast, sömuleiðis á tíman sem hann skírður og tíman sem hann var krossfestur. Og með táknorðum sem eigi verða misskilin, lýsir hann því yfir að Kristur sé endurlausnari Ísraels og frelsari heimsins. Og hann fræður oss að á vorum tímum muni hann auglýsa sjálfan sig fyrir öllum mannkyninu sem mikla konung Ísraels, mun afnema styrjaldir aldur og ævi, afmá alls konar ranglæti og koma á friði, réttlæti og kærleika allstaðar á jörðinni. Þetta volduga mannvirki píramídin mikli sýnir kristni á vísindalegum grunni. Skrifar Adam Rutherford fyrir 80 árum síðan. Og þá spyrjum við náttúrulega, hver var þessi Adam Rutherford? Jú, hann var píramídafræðingur. Það náttúrulega heilmikil fræðigrein eins og við getið ímyndað ykkur. Fæddur 1894 og hann les 1974. Hann sett á laggirnar píramídastofnun í Lundúnum árið 1940. Rutherford sem sagt hafði rannsaka píramída mikla í Gísa sem skammt fyrir utan Kaíró í Egyptalandi og varð heillaður af því sem þar skráð. Og sem sagt 3 árum eftir hann skrifar bók sína hennar miklu arfleið Íslands, þá stofnar hann þessa stofnun, píramídastofnunina í London. Og frá 1957 til 72 gaf hann út 4 mikil ritverk þau tákn sem lesa mátti píramídan, úr píramídanum og spádóma Biblíunnar. Þannig að Rutherford sagði að drottinn lýsi þar í píramídanum áætlun sinni í steini, löngu áður en Biblían var skrifuð. Og eins og hann benti á, þá píramídi mikli reistu meir en 1000 árum áður en Móse leiðir Ísrael þjóðina út úr Egyptalandi. Kenningar og spádómar eru samhljóða ritningunni, segir Rutherford. Það því rétt nefni píramídin hefur verið kallaður steinbiblían
Hann sannleikurinn í steinvarða, skrifaði Rutherford, og hvað spámanni Jesaja hafa spáð, að píramídin mikli myndi bera vitni drottin. Er það ekki merkilegt? Er það ekki merkilegt? Og svo sagði hann, íslenska þjóðin mun verða fyrst af öllum þjóðum Ísraels til að kannast við að hún sé hluti af hinu mikla Ísraelslíð Guðs og fyrir þjónustu hennar hafi almáttugur Guð lofað að blessa allan heiminn. Og lyfti honum upp því að Ísland Benjamín kjörinn af Guði til að vera ljósberi fyrir hinnar Ísraels þjóðinnar. Þessi vakning byrjar á Íslandi en smám saman berast út bresku eyjarnar, Norðurland, Holland, Bandaríki, Ameríku og bresku ríki og nýlendur fyrir handan höfin. Og ég ætla núna að setja lag á fóninn en á eftir einmitt fjalla fjöllum Rutherford. Hann búinn að tala þarna píramídan og það sem þá spádómar sem þar birtast í steini, hann kallar hann steinbiblíuna, en svo fjallar hann spádóma Jesaja og við komum að því á eftir. Þú ert að hlusta á þáttinn Sannleikurinn og lífið á Lindinni. Já, Rutherford, ég var að segja ykkur það að hann vitnar svo í Jesaja 24, 14-16. Það að vísu athyglivert að því íslenski textin í biblíunu sem ég með hér, nýjustu, honum ber ekki alveg saman við King James útgáfun, en við komum að því, ég ætla að fara aðeins í gegnum þetta. Rutherford vitnar semst í Jesaja 24, 14-16. Þeir hefja upp röst sína og fagna yfir hátíð drottins, úr vestri hrópa þeir hástöfum, heiðri drottin í austri, nafn drottins Guðs Ísraels og fjarlægum eyjum í hafinu. Frá austumörkum landsins heyrum við söngva dýrð hinum réttláta. Rutherford færði margvíslegan rökstuðning fyrir kenningu sínum og benti meðal annars á að bendavæntir Benjamíta væri hinu sömu og Snorri Sturluson getur í Heimskringlu og að Benjamín var fæddur í skammt frá Betlehem, einn af 12 sonum Jakobs. Hann var svo eini sem fæddist í landinu helga, en nafni Benjamín merkir sonur hægri handar minnar. Og Jósef og Benjamín voru synir Rakaelar, einu synir hennar, og Jakobs náttúrulega. Og Rutherford segir, eins og Benjamín litli varð að lokum hið mikli ljósberi, svo má það vera þótt Ísland sé lítið, að því sé ætlaði að verða þjóðunum með mikla ljós. Ísland sé Benjamín kristinna þjóða. Spádómurinn staðgreinir þetta eiland þannig að það sé á ysta jaðri jarðarinnar, eða eins og forþjóðurnar orðuðu það öllum á Túle. Nafni var eitt skeið hafst ystu norðurvegu almennt, en síðar var það bundið við Ísland. Ultima Túle, Kanan hið norðlæga. Takjar sem komni voru að Benjamítum og Gótum fluttu síðan norður bóginn til Skandinavíu og urðu forfeður Norðmanna og íslenskra víkinga. Þetta litla land einangrað, sagði Rutherford, fráskilið öllum öðrum löndum af mörg hundruð mílna hafið. Því mætti búast við að Íslendingar væru á lágu stigi, menningar snauðir og langt á eftir í tíman. Eða hvað? En hvað sjáum við? Í staðin fyrir þetta sjáum við, segir Dr. Rutherford, að þið gagnstæði á sér stað, því að Íslendingar eru nú á tímum sannmenntaðasta þjóð heimsins. Og hann bendir á. Lærisveina Krists voru allir Benjamítar. Það voru þeir og aðri Benjamíns niðjar sem á eftir komu prédikuðu fagnaðarerindið allan Norðurálfu á fyrstu öld kristninnar og fluttu hana jafnvel til hinna fjarlægu Bretlandseyja. Með öðrum orðum þá voru niðjar Benjamíns
sem fluttu heiminum kristindóminn og hófu kristinboðið. Og eins og hann hafði bent á þá að Páll postuli Benjamíni. Rutherford hvað íslenska tungu máttugt verkfæri, ritaðrar hugsunar. Þegar engin maður í Norðurálfu utan Íslands bar við að rita bók á öðru máli en latínu. Magnað. Áhuginn á bókmenntum og skáldskap hafi lifað og haldist óslitinn fram á 20. öld. Þetta voru við að fjalla fyrir helgina. Á 12. og 13. öld hafa orðið til með Íslendingum meiri bókmenntir en hjá nokkur annarri þjóð í Norðurálfu. Og allt frá þeim tíma hefur fróðlist þorst yfir einkenni íslensku þjóðarinnar. Úlfurinn, merki Benjamíns, ættkvíslarinnar, afar atkvæðaríkt. Nafnið Úlfur, gnæfi yfir öll önnur nöfn í skrám landnám víkingana á Íslandi. Og í þessu samhengi þá benda menn áttur á að Ingólfur Arnarsson, eða kenningar það, að Ingólfur var kenndur við Örn Arnarsson, en hann var Björnólfsson. Þið eru ljós heimsins, sagði Jesú við lærisveina sína Benjamítana. Í King James útgáfunni frá 1611 textin spádóm Jesaja svona. Hann nefnilega öðruvísi en í íslensku útgáfunni og það mér ráðgáta. En í King James stendur: Vegsamið þess vegna drottin meðal eldanna, nafn drottins Ísraels Guðs á eigin vestursins. Frá ystu mörkum jarðarinnar heyrðu við söngva til dýrðar hinum réttlátu. Frá ysta jaðri jarðarinnar heyrðum við lofsöngva, dýrð sé hinum réttláta. Og ég var nú að tala um spádóminum Jesú, áðan, spádóm Jesaja, og Rutherford vísar í 9. kafla Jesaja spádóm hans. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós, yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós. Því að barn á svætt, sonur á skefin, á hans herðum skal höfðingdómur hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi Guðhetja eilífðar faðir, friðar hefðingi. Þetta ekki lítil orð. Þótt sé átt við eyjar vestursins í heild, bendir Rutherford á Bretlandseyjar, Ísland og Færeyjar, þá beinist athyglin að Íslandi, þjóð elda og norðurljósa. Og árið 1965 kom út lítið kver eftir Hilmar Jónsson uppruna Íslendinga, þar sem ber saman hámenningu Íslendinga, Ísraelsmanna, Egypta og Babylónumanna. Sláandi hliðstæður þessara fornu menninga og menningar sem satt forfeðra okkar. Allt þetta hefur verið skrifað langt mál og margir málsmetandi menn skeggrættu á sínum tíma, og eins og ég sagði ykkur áðan þá kom Rutherford hingað og kynnti kenningar sínar. Eftir að síðar heimsstyrjöldin lauk. Þessi Rutherford, hann spáði Íslandi sjálfstæði árið 1941, sem hann sagði mun marka hinsta tímatakmarkina 7 tíða Benjamín til handa, vildu við sjálfsagt vonast eftir að á þeim tíma muni Benjamín Ísland taka ganga að framkvæmda áætlunarverki sínu sem ljósberi og að spádómur Jesaja 24, 14, 16 tæki glögg var að rætast. Og öll vitum við náttúrulega að Ísland var sjálfstætt ríki 1944. En frá 1. janúar 1941 var Ísland í praxis sjálfst ríki og gat Alþingi krafist ný samnings, en það var auðvitað vegna þess að Danir voru undir þýsku hernámi og voru ófærir að uppfylla skuldbindingar sínar, og eins líka með tilvitnunum í sambandslega sáttmálan frá 1918. Þetta eru stór orðum litla landið okkar,
litla stóra landið okkar eins og sagt við verið. Og þessa einstöku menningu sem hér hefur risið. En Rutherford hélt áfram og bendir á kristin boðun og öld fagnaðar erindisins hófst með Benjamítum og byrjaði frá höfuðborg Benjamíns. Og bráðlega með Benjamín nú á tímum nefnist Íslands varpa enn á ný útrás í ljósi og sannleika og lofsöngum frá núverandi höfuðborg sinni Reykjavík. Þetta sagði hann fyrir 80 árum síðan. 80 ár er ekki langur tími í tímans eilífu elfu, fljóta að líða. En það er magnað að 20. öldin hefur verið samfelld sigur saga lítilla þjóðar við ysta haf. Þjóðar sem var vel innan við 100.000 aldamóti 1900 en dreymdi stóra drauma. Dreymdi stóra drauma frelsi og mandáð. Hún var einin fátakasta og einangraðast í aldarbyrjun en 100 árum eftir fullveldi hún í fremstu röð, topp 5 eins og þau segja. Þetta voru miklar framfarir og hafa verið miklar en menn hafa líka fært miklar fórnir, við megum ekki gleyma því. Sjómenn hafa fært miklar fórnir. Á 20. öld drukknuðu 3600 íslenskir sjómenn. Þeir þekktu kjörin, þeir þekktu hættur Íslandsmiða og hættur siglinga yfir úthafið þegar styrjaldi geisuðu á meginlandi Evrópu. En það hvarflaði ekki að þeim að róa. Þeir stigu ölduna með hugafari hins djarfa manns, stofnuðu lýðveldi 1944 og aðeins 3 árum síðar gerðust atburðir sem kristni menn telja að fylgi rík blessun. Drottinn sagði við Abraham í 1. Mósebók: Ég mun leiða blessun yfir þá sem blessa þig. Allar ættkvísli jarðarinnar mun af því blessun hljóta. Og í vikunni einmitt 70 ár frá því að Ísland var örlagavaldur að einu merkasta atburði 20. aldar. Og var það tilviljun að Ísland var valið, minnsta landið meðal þjóðanna, að verða örlagavaldun og stofnun Ísraelsríkis. Nánar það í vikunni, en getur verið að Ísland leiki stórt hlutverk í guðlegri áætlun mannkinn, líkt og spáð víða í Biblíunni, Gamla og Nýja testamentinu og píramídanum mikla í Gísa. Já, getur það verið á tímum efahyggju og efa og tómhyggju, þar sem flesti dregið í efa, ekki síst sem varðar sögu íslenskrar þjóðar, þá auðvitað umdeilt að fjalla hluti sem þessa. En ég mun alla þessa viku fjalla einmitt þetta viðfangsefni, Ísland blessað? Og við erum búin að tala þessa arfleifð okkar og kenningar Benjamín. Auðvitað verður hver og einn að taka afstöðu til þess hvað hann finnist það. Allt þetta spurning trú. Það blandast engum hugur að Jesú gekk á meðal manna fyrir 2000 árum síðan, kom inn í þennan heim. Það blandast engum hugur það að hann var krossfestur. Það liggur fyrir og engin sagnfræðingur ber brigður á það. En þegar kemur að því
þessari stóru spurningu, reis Jesú upp? Er hann upprisinn? Þá kemur að trú. Og þessi tákn sem geymd eru í píramídanum mikla í Gísa eru staðreynd. Og menn hafa dregið ályktanir út frá þeim staðreyndum og svo trúa þeir fram og tilbaka. Þannig er lífið. Menn velja að trúa hvort Drottinn sé skapari himins og jarðar, kærleiksríkur og að Jesú hafi verið sonur hans, eða, líkt og guðleysingjar segja, menn velja að við séum tilviljun sem séu sprottin út úr tóminu, að lífið sé tilviljun sprottið út úr tóminu og að það sé engin Guð, bara DNA. Þetta val höfum við, hvert og eitt. Það komið að lokun, gott fólk. Þetta er sannleikurinn og lífið. Ég er Hallur Hallsson og ég verð hér á morgun á milli 5 og 6. Góða stundir. Þetta var síðdegisþátturinn Sannleikurinn og lífið í umsjón Halls Hallssonar.